Í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Himneski Guð og Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þau sem ekki eiga von. Hjálpa oss að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri vonum upprisu og eilíft líf. Lát oss vera minnug þess að þú telur daga vora, svo að vér megum öðlast viturt hjarta fyrir trún á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen. Heyrum heilagt orð, í Genesis skrifað. Á þeim degi Drottinn Guð gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu, því að Drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina og þar var engin maður til að yrkja landið, en móðurlagði upp af jörðinni vökvaði allt landið. Þá mótaði Drottinn Guð manninn af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Þannig var maðurinn lifandi vera. Þá plantaði Drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og Drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnilega á að líta og góð af að eta, ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Amen.
Páll postuli skrifar: Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflynd yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði, með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi, mun varveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Að endingu, systkin, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfestið það. Þið skulu gera þetta sem þið hafið bæði lært og numið, heyrt og séð til mín, og Guð friðarins mun vera með ykkur. Amen. Við skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús mælti: Þetta mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eruð vinir mínir, ef þér gerið það sem ég býð yður. Ég kalli yður ekki framar þjóna, því þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalli yður vini, því að ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að Faðirinn veiti yður sérhvað það sem þér biðjið hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður, að þér elskið hvert annað. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér samankomin í dag til að fylgja til moldar Gunnari Pétri Ólasyni. Þegar hann er kvaddur þá hljóta að koma upp í hugan orð eins og þau sem Páll postuli ritaði. Verið glöð, ljúflynd ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Drottinn er í nánd. Það er mikilvægt að kunna gleðjast í lífinu. Mesta gleðin er sú að eiga fjölskyldu og góða vini. Maður er manns gaman. Lífshamingjan er fólgin í því að sjá gleðina í kringum okkur. Sjá það jákvæða og góða í hversdagslegum hlutum. Sjá þetta í öðru fólki og kunna þá list að njóta lífsins með öðrum. Gunnar Pétur var gæfumaður. Hann átti góða fjölskyldu sem hann mat umfram allt annað. Hann var farsæll í starfi og átti sér hugðarefni og áhugamál. Hann lifði góða og langa ævi. Kærleikur og lífsgleði birtast í umhyggju og fallegu brosi. En birtingamyndirnar geta verið fleiri. Góðlátleg stríðni getur líka verið til marks umhyggju og lífsgleði. Sjáum til dæmis hvernig hann Gunnar Pétur var. Afskaplega ljúfur maður, skemmtilegur og þægilegur í umgengni. Hann naut þess að spjalla við fólkið sitt og vini sína og iðulega til að skapa fjörur umræður. Þá þóttist hann vera á öndverðum meiði, hélt fram andstæðum skoðunum til að fá vininn eða barnabarni til að andmæla sér. Eins og þegar hann hnýtti í íþróttaiðkun og sagði við son sinn að hann skildi ekki þennan íþróttaáhuga hjá fólki. En samt var nú leitun að áhugasamar íþróttamanni en honum Gunnari Pétri. Ekki aðeins hafði hann stundað íþróttir af kappi sem ungur maður, æft fótbolta, sund og fimleika, heldur var hann með áhugasamari gólfspilurum. Gunnar Pétur lék gólf allt síðastliðið sumar, þá á sínu 89. aldursári. Og hann tók þátt í bændaglímunni, lokamótinu í gólfinu síðastliðið haust. Það er yndislegt þegar menn eiga svona góða elli. Eiginlega datt mann ekki í hug að hann Gunnar Pétur væri orðinn svona gamall. Hann var eitthvað svo unglegur í fasi og það held ég að hafi verið lífsgleðin. Lífsgleðin gerir okkur ung. Og þess vegna er það rétt sem postulinn sagði og skrifaði. Verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur, verið glöð. Gunnar Pétur Ólason var Ísfirðingur í húð og hár. Hann var fæddur þann 14. desember árið 1933 í húsinu Bjarnaborg sem stóð niðri við dokkuna. Foreldrar hans voru hjónin Guðrún Halldóra Haraldína Ásgeirsdóttir og Óli Pétursson. Var hann 5. barn þeirra hjóna. Eldri en hann voru bræðurnir Ásgeir Elías Sigurður og Guðmundur og svo systirinn Elín Valgerður Jóna. Allt fólk lifði fram á fullorðinsár. Árin áður en Gunnar Pétur fæddist eignuðust foreldrar hans dreng dó strax eftir fæðingu. Og hið sama gerðist einnig þegar Gunnar var rúmlega 1 árs. Þá eignuðust foreldrar hans sveinbarn dó. Móðirin varð í framhaldinu mjög veik og kvaddi þennan heim í febrúar 1935. Þetta segir okkur svolítið hvernig lífsbaráttan var svo miklu harðari fyrir 100 árum síðan. Barnadauði var algengari, fæðingar voru í heimahúsum og ekki boðið sú fæðingarhjálp
sem hátækni sjúkrahús geta veitt í dag. En hjartalag fólksins var jafn gott og það í dag. Náungakærleikurinn var síst minni þá en nú. Gunnar var á sínu öðru ári, settur í fóstur hjá góðu fólki í Hnífsdal. Ung stúlka, Elín Ingibjörg Eyþórsdóttir, passaði hann og það til falleg ljósmynd af þeim tveimur. Gunnar var mjög fallegur drengur. Óli, faðir Gunnars, kvæntist aftur og var seinni kona hans Sveinsína Vigdís Jakobsdóttir. Þau Óli og Sína tóku Gunnar aftur til sín og nú stækkaði fjölskyldan enn meir því þau Óli og Sína eignuðust 4 börn. Elst þeirra var hann Kristján Þórarinn sem alltaf var kallaður Diddi. Svo koma bræðurnir Birgir Smári og Jakob Jóhannes sem báðir lifa og kveðja hér bróður sinn. Eins eignuðust þau dóttur sem hlaut nafnið Sigríður Jakobína María en hún lést í frumbernsku. Gunnar var alinn upp hér á Eyrinni. Fyrst átti fjölskyldan heima í húsinu Felli, svo í Hannibalshúsi í Hrannargötu áður en þau fluttu upp á Hlíðarveg. Í þá daga báru mörg hús nöfn og voru jafnvel sum húsanna kennd við stórborgir út í Evrópu. Það var yndislegt að alast upp á Ísafirði, leika sér með krökkunum í snjónum, fara á skíði, fara með gummagolla og fá lánaðan pramma hjá körlunum niðri við höfn, fylgjast með bátunum koma heim til hafnar. Á sumrin var Gunnar sendur í sveit. Hann var á Látrum við Aðalvík hjá þeim Guðmundi og Hermanni og hann var á Hesteyri hjá Hrefnu og Guðmundi. Svo kom fermingin og þá varstu komin í fullorðina manna tölu og þá fóru strákarnir á sjóinn. Og þannig var það hjá Gunnari. Sumari sem hann var 13 ára fór hann til sjós og var háseti á bát. Ég hugsa að þetta þætti svolítið snemmt í dag. Gunnar var lengi til sjós. Gangurinn var oft þannig að á haustin og fram yfir áramót var verið í landi að beita, jafnvel tekin törn í sláturhúsinu við Fláningar. Svo frá febrúar og fram á sumar var verið á Netum og Breiðafirðinum og síðan var það síldin frá maí til ágúst loka. Sjómannslífið byggðist upp á svona törnum og Gunnar var til að mynda með Geira Bjartar á Guðbjörginni. Við vitum samt að það blundaði í Gunnari að vinna í landi, því þegar hann var 18 ára gamall þá prófaði hann að sækja í iðnskólanum, en komst þá ekki inn því skólinn var yfirfullur. En þessi hugmynd átti eftir að verða veruleika síðar. Mesta gæfuspor lífsins er að eignast góðan maka og góða fjölskyldu. Heimilið er Edenslundur hverrar manneskju. Gunnar var svo lánsamur að kynnast stúlku, ættaðri innan úr Djúpi. Þetta var hún Guðbjört Kristín Jóna Jónsdóttir. Þau Gunnar byrjuðu að búa saman, þau voru ung og ástfangin og áttu sér drauma framtíðina sem þau ákváðu að láta rætast. Þau fóru því til og reistu sér hús á Engjavegi 11. Meistari hússins var Þórður Pétursson en Gunnar vann mikið í húsinu ásamt tengdaföður sínum. Þau Gunnar og Kristín fluttu svo inn í húsið í júlí 1962 en foreldrar Kristínar þau Bjarney Sigríður Guðmundsdóttir og Guðmundur Eyjólfsson bjuggu svo í kjallaranum. Engjavegur 11 var hús og heimili stórfjölskyldunar. Á annan dag jóla 1962 innsigluðu þau Gunnar og Kristín ást sína og gengu í heilagt hjónaband. Þau eignuðust 4 börn. Það eru þau Guðmundur Bjarni, Garðar Smári, Kristín Guðrún og Brynjar Már. Ég ætla að segja aðeins frá börnunum. Guðmundur Bjarni er kvæntur Láru Lárusdóttur. Þau eiga saman 2 dætur sem eru þær Kristín Guðbjört og Bryndís.
Fyrir átti Lára 2 syni, þá Lárus Mikael og Jóhann Daniel. Garðar Smári kvæntur Hafdísi Abigail Gunnarsdóttur. Þau eiga 3 börn sem heita Kristinn Þór, Ágúst Bjarni og Þóra Björg Abigail. Fyrir átti Garðar soninn Gunnar Pétur. Kristín Guðrún gift Elíasi Jónatansinni. Þau eiga 3 börn sem heita Gunnar Már, Berglind Halla og Erna Kristín. Yngstur systkinanna svo Brynjar Már, hann ókvæntur og barnlaus. Langafabörnin í dag orðin 23 talsins og langafabörnin 2. Þetta fjölskyldan þeirra Gunnars og Kristínar. Og margt af þessu fólki hér í kirkjunni í dag, aðrir kveðja úr fjarlægð. Ég flyt hér kveðju frá Svíþjóð, frá Kristni, Söndru og börnum. Þau rita: Elsku fjölskylda, við sendum hlýjar kveðjur frá Gautaborg. Nú söknum við sannarlega afa og langafa. En að sama skapi hugsum við með hlýju og þakklæti til allra heimsóknanna á Ísafjörð síðustu ár. Alltaf var urðarvegurinn tilbúinn fyrir okkur og innifalið á sumrin voru nokkrir hringir á gólfvellinum með einum flottum. Það voru sannkölluð forréttindi hjá börnunum okkar að hafa upplifað það að eiga langafa og sérstaklega á það við strákan okkar sem fengu að hitta hann reglulega. Fátt var skemmtilegra en að fara á Ísafjörð páskana og fá að glíma við páskaeggjaleit á urðarveginum. Já, við söknum afa. En eftir sitja ómetanlega minningar. Við eigum eftir að halda áfram að heimsækja Ísafjörð ókomin ár. Og þegar við gerum það og hittum fjölskylduna, þá tökum við alveg örugglega umræðun kvótann, byggðamálin og sérfræðingarna sunnan. Og þegar okkur finnst vitleysan í málefnum Vestfjarða ekki geta orðið meiri, eigum við alltaf eftir að spyrja okkur hvað Atli gamli hefði sagt við þessu. Og hér önnur kveðja. Okkur í fjölskyldunum þykir leitt að geta ekki verið viðstödd útförina hans afa og langafa. Viljum við senda fjölskyldu og vinum okkar bestu kveðjur og megi minning góðan mann lifa sem lengst. Og undir kveðjuna skrifa þau Gunnar Maja, Eva Rakel, Kristjana Ír, Vigdís Arna og Einar Kristín. Þá eru hjartans saknaðar kveðjur frá Lalla, Auði og börnum í Noregi. Eitt hausti þegar Gunnar kom heim á síldinni, þá fór hann í iðnnámið. Hann komst að hjá Daniel Kristjánsinni og lærði þar að smíða og varð húsasmíðameistari. Gunnar vann tíma í Björk og eins starfaði hann sjálfstætt. Hann var nákvæmnismaður og þótti vel við hann að smíða fínlega hluti eins og hurðir og slíkt. Fyrir stuttu síðan þegar Gunnar var á spítalunum, gekk hann með einu barna sinni inn í speglasalinn og annarri hæð og þá svona upp úr þurru þá strauk hann vegginn og sagði brosandi: Þetta smíðaði maður nú einu sinni. Verkin lofa jú vænan mann. En seinni árin vann hann svo út í Bolungarvík og af því að hann Gunnar var ekki bara nákvæmnismaður, heldur svolítið þrjóskur eins og margir Vestfirðingar, þá gafst hann aldrei upp fyrir en hann hafði lært á hlutina og náð tökun á tækninni. Skipti engu máli hvort það voru tölvur eða snjallúr. Hjá Gunnari var hvorki til verkkvíðin í hik, hann gekk bara í málin og leysti þau. Og þannig eru gjarnan góðir verkmenn. Gunnar var svo lítill dellukall. Ef hann fékk áhuga á einhverju, þá fór hann alla leið. Það var ekkert hálfkák þar, fremur en í smíðunum. Kristín kona hans hafði mikinn áhuga á garðrækt og áður en varði var Gunnar líka kominn á kaf í garðræktina með garðyrkjubók á náttborðinu. Þau hjón fengu verðlaun fyrir garðinn sinn á Engjaveginu. Þegar þau fluttu svo í húsið sitt upp á Urðarveginum,
þá spurðu börnin Gunnar hvort þau ætluðu að líka gera garðinn þar flottan. Nei, sagði Gunnar, einn garður er nóg. En auðvitað tóku þau sig til og gerðu garðinn upp á Urðarvegi að Edinslundi. Plöntuðu með þessar trjám þar fyrir ofan. Já, sum okkar hafa bara grænar hendur. Það var oft gaman að hlusta á Gunnar tala og ræða við hann ýmis málefni. Það var mikill Vestfirðingur í sér og talaði alltaf sunnanliðið og þá skildi hann ekki þennan endalausa þvæling á fólki til útlanda. Sólin kemur líka upp á Ísafirði, minnti hann fólk á. Hann Gunnar var svona skemmtilegur karl. Barnabörnin hans dýrkuðu hann og hann var líka óendanlega stoltur af þeim. Þetta er fjöldinn allur af myndum af honum með barnabörnunum. Hann var góður afi, skemmtilegur, hann var maður sem lifði í anda þess sem postulinn sagði. Verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur, verið glöð. Hér í gamla daga þá fóru Gunnar og Kristín gjarnar í tjaldútilegu með börnin. Þau höfðu gaman að því að ferðast Ísland, aka hringveginn og skoða landið okkar fagra. En útlöndin toguðu ekki í þau og líklega fóruðu ekki nema eina ferð til útlanda. Það var ferð til Orlando í Flórída. En þegar Gunnar fékk áhuga á einhverju, þá sökkt hann sér niður í það. Ef þið opnið sálmaskrána og skoðið myndirnar, þessar ágætu ljósmyndir. Þetta eru auðvitað ljósmyndir af því sem stóð næst hjarta Gunnars. Þarna konan hans og fjölskyldan, börnin, og svo eru þarna 2 myndir af honum í gólfi. Sjáið efri myndina. Ég velti fyrir mig hvað þessi svipur þýði. Er þetta spenningur þess sem horfir á eftir kúlunni og vonar hún fari ofan í holuna? Eða er þetta vonbrigðasvipur yfir misheppnuðu pútti? Einu sinni var Gunnar á 7. braut inn í Tungudal. Hann tók upphafshöggið með dræfernum og kúlan sveif í glæsilegum boga inn á grínið. Gunnar tölti þangað en þá brá svo við að hann fann kúluna hvergi. Grínin eða þessar flatir við flöggin eru mjög snöggslegin þannig að kúla ætti nú ekki að fara fram hjá neinum. Og viti menn, hún var ofan í 7. holun. Þetta var hola í höggi. Menn sem ná þessu eru kallaðir einherjar og eru í einherjaklúbbi. Gólfi er skemmtileg íþrótt og Gunnar tók þátt í mörgum gólfmótum. Þetta er útivera og góð hreyfing, en eitt það besta við gólfið er samt félagsskapurinn. Gunnar var í góðum hópi karla. Þeir kölluðu sig 4 flotta. Þetta voru Gunnar, Kæi heitinn, Þröstur Massa og Biggi Kokkur. Og við grínið á 7. holu standa 4 tré og ég held að karlarnir 4 flottir hafi plantað þeim. Ég ætla að lesa hér kveðju frá Bolla Má Bjarnasyni. Sendi hlýjar kveðjur vestur. Leiðinlegt að geta ekki verið með ykkur í dag. Elsku Gunnar, takk fyrir mikla vináttu síðustu 8 árin. Þú varst elsti vinur minn og sá maður sem ég hef labbað flesta gólfhringi með. Njótt í sumarlandinu með þinni frú. Eins eru fluttar innilega samúðarkveðjur frá Spáni, frá Rakel Rut Þórisdóttur og fjölskyldu sem kveðja góðan frænda með trega í hjarta. Og þá eru hugheilar samúðarkveðjur frá Ásgeiri Jónssyni og fjölskyldu með þakklæti fyrir allt. Gunnar Pétur missti ástkæra eiginkonu sína fyrir 11 árum síðan. Kristín Jóna kvaddi þennan heim í ágúst 2012. Hún var jarðsett í Réttarholtskirkjugarði þangað sem leið okkar liggur á eftir.
Það er sárt að missa maka sinn til margra ára. Það kemur svo mikið tómarúm. Það er svo margt sem vantar þegar makinn er ekki lengur hjá manni. En Gunnar naut þess að eiga góða að, börn og tengdabörn og svo öll barnabörnin. Það veitti honum lífsfyllingu, enda elskaði Gunnar að vera innan fólkið sitt. Hann sótti alla viðburði innan fjölskyldunar og hann naut þess að leiðbeina börnum sínum og barnabörnum og rétta þeim hjálparhönd hvenær sem hann gat. Einhver mun hafa nefnt það við langafan, hvort hann ætlaði á Hlíf. Nei, sagði Gunnar. Hlíf er bara fyrir gamalt fólk. Gunnar var í raun alltaf ungur í anda. Hann hélt áfram upp merki konu sinnar og bakaði jólakökur og marmarakökur fyrir barnabörnin. Svo gerði hann alltaf jólafrómas fyrir þau og hélt hangikjötsveislu fyrir alla fjölskyldun og jólum. Svona hefðir eru yndislegar. Gunnar var heilsuhraustur maður. Fyrir aldarfjórðungi síðan fékk hann krabbamein en læknaðist og náði aftur fullum bata. Læknavísindin eru mikilsmegnuð. Gunnar var æðrulaus maður. Hann tók hlutunum bara eins og þeir voru. Aldrei kvartaði hann eða kveinkaði sér. Ástvinir hans sáu samt að það dró af honum. Hann lá á sjúkrahúsinu í 3 vikur og ástvinir hans vilja þakka starfsfólki Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða fyrir góða umönnun og hlýju. Gunnar Pétur Ólafsson fékk hægt og friðsamt andlát og Heilbrigðisstofnun Vestfjarða þann 15. apríl síðastliðinn. Blessuð sé minning góðs manns. Ástvinir Gunnars þakka auðsynda samúð og vinarhug og þau bjóða kirkjugestum að þiggja veitingar í Oddfellow-salnum að athöfn lokinni. Páll postuli skrifaði: Verið glöð, ljúflynd ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Guð er okkur nærri allar stundir. Andi hans umlykur okkur á bak og brjóst, hvar sem við erum stödd í lífinu. Ég útvalið yður, segir Kristur. Við erum elskuð og útvalin af Guði. Aldrei er Guð okkur nær, en einmitt þegar þessu lífi lýkur. Þá tekur hann í hönd okkur og leiðir sál okkar inn í birtu himnanna, birtu eilífarinnar. Hvernig er eilífa lífið? Hvernig er það að vera á himnum hjá Jesú? Einu sinni var sýnt í sjónvarpinu brot af hátíðahöldunum þegar Ísafjörður fagnaði 100 ára kaupstaðarafmæli sínu. Þarna var mynd af ungu fólki sem í dag er komið yfir móðuna miklu, dansandi saman svo glöð og kát. Og þarna birtust í mynd þau Gunnar og Kristín dansandi á planinu fyrir framan Landsbankann. Brosandi og glöð, alveg eins og þegar þau voru að stríða hvort öðru og hlæja saman í gamla daga. Minningar eru eilífar. Í þeim birtast ástvinirnir ljóslifandi. Og þannig er eilífðin hjá Guði. Hún er ljós og líf, hún er minning sem verður að lífi, gleði, bros. Hún er samfögnuður vina, samfélag. Hún er nærvera, friður og öryggi. Og í þeim and og þeirri von kveðjum við hér í dag og segjum: dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi Andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar lýðþínum Ísrael. Við skulum biðja. Við þökkum þér, himneski Guð og Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr þú bænir vorar, þegar við biðjum blessum til handa Gunnari Pétri Ólasyni, bróður vorum, sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauða til lífs. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíð, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir, í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og við biðjum öll saman af hjarta og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Gunnar Pétur Ólafsson, af jörðu ertu kominn. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur og sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen.